Komið sæl og velkomin í eitt og annað af Grímsey. Héðan frá Akureyri hægt að fljúga beint til Grímseyjar og í kvöld ætlum við að fara saman í smá ferðalag Grímsey. Fyrst ætlar Skúli að tala aðeins við hana Önnu Maríu sem veit allt hvernig það að búa í Grímsey. Anna, ef þú byrjar að segja mér bara frá lífinu hérna í Grímsey, það margt sem öðruvísi en í landi, til dæmis eru húsin ekki kynnt upp með heitu vatni. Nei, hér olíu, við erum á köldu svæði, þannig að hér kynnt upp með olíu og sem kostar dálítið mikið meir en hitaveita. Og hér bara keyrt út olíuna á traktor með kerru, búin að vera það í bara síðan að rafstöðin var örugglega bara búin til. Við erum bara öll með ketil í okkar heimili sem við hitum vatni fyrir okkur og í ofnana. Þannig að það öðruvísi en í landi. Þannig að það ýmislegt sem dýrara þá fyrir ykkur sem búið hérna og líka náttúrulega fá vörurnar í búðina. Já. Og það frakt fyrir allt sem við kaupum ekki sjálf í landi. Þá þarf það að fá að frakta til okkar annað með pósti eða ferju eða flugi. Og við vitum öll að frakt kostar. Þannig að við vitum þetta, við veljum að búa hérna og það æðislegt að búa hérna. Hvernig sem samgöngurnar? Nú það ferja og það flug líka. Eru þið ánægð með samgöngurnar? Það eru búin að batna mikið undanfarið. Núna kemur ferjan yfir sumarið 5 sinnum. Hún kom bara 3 svar og það auðveldara að skreppa í land á milli ferða núna. Maður getur skroppið á föstudegi, farið á ball á græna hattinum eða hvað sem og komið heim á sunnudegi og ekki mist nema bara 2 tíma á vinnu sem kostur. En annars þurfti maður kannski að fara á föstudegi og koma heim á mánudegi eða fljúga sem kostar meira. En samgöngunar eru æðislegar í dag miðað bara þegar ég kom hingað fyrir 29 ára síðan. Atvinna hérna í Eyjunni, það klárlega sjávarútvegurinn sem stærstur. Já. Og svo nú ferðaþjónustan aðeins að bæta í sig, en auðvitað eru mestu sjómennir, það mest sjómenn, síðan hérna einn sem með vegstæði og rafstöðina og keyrir út olíunni, síðan maðurinn minn, hann með flugvöllinn, turninn það að segja og allt sem því viðkemur, en síðan eru konur í öðrum störfum. Ég sé, eins og ég sagði áðan, ég sé póstinn og ferjuna, við erum margar konur sem vinnum við galleríið. Það kona sem ykkur búðina, það kona sem sér flugafgreiðsluna. Núna komin pilsuvagn, þannig það kona þar. Og ef eitthvað gerist, þá það kona sem þetta málunum. Það bara þannig. Karlarnir eru á sjó. Við þurfum að gera hlutina sjálf. Það enginn að koma frá Akureyri og halda ball fyrir okkur eða koma og gera eitthvað hérna á 17. júní. Kvenfélagið gerir það og við erum flest allar í kvenfélaginu. Og það eins með Kívanist, þeir gera ýmislegt og það eru flest allir karlarnir þar. Þannig við bara þurfum að gera hlutina sjálf og það það sem skapar Eyjalíf og gera það sem sérstakt. Hvernig sem þjónustu í Eyjunni, heilbrigðisþjónustu, hvernig staðan á henni? Það kemur læknir til dæmis í dag og hann á að koma 3 vikna fresti og þá kemur hann og stoppar hérna í 1,5–2 tíma fyrir eftir hverju margir hjá lækninum og svo bara þurfum við að bíða næstu 3 vikur. Ef eitthvað kemur upp á, þá hringjum við bara 1 eða 2 og það kemur flugvél að sækja okkur, ef það eitthvað alvarlegt. Þannig að ég og vinkona í Akureyri sem til dæmis ætlaði í heilsugæsluna, það eru 5 vikur að bíða eftir lækni. Ég sagði komdu bara til mín, það 3 vikna frestur bara hér. En hvernig sem maður verður að spyrja út í skólamáli núna, sem nú margum talað? Já. Það verður ekki skóli núna á næsta skólaári? Nei, það voru sorglegt. Ég veit ekki, það bara börnin sem eru á þessum aldri, foreldrar eða mömmur með þá í landi út frá alls konar ástæðum og það bara þeirra. Það bara sorglegt á svona góðum stað að sé ekki hægt að hafa skóla. En mín börn þurftu að fara sjálf í land þegar þau voru 14 ára gömul og þau hafa komið svo smágillu undan því og þau fóru bara í dóttir mín söng og sonur minni fótbolta þegar hann fór í skóla. Þau söknuðu þess ekkert að hafa ekki fótbolta eða söng hérna áður, en þjóðfélagið bara að breytast, það þarf allt að gerast núna. Já. En það kannski það helsta sem að þið myndu vilja fá og bæta við, það væri að halda skólanum áfram. Já, okkur vantar fólk með börn. Já. Þannig að bara auglýsum eftir því. Það reyndar vantar atvinnu líka, en við finnum eitthvað. Já. Nú farið spurninguna sem kannski svo rosalega erfitt að svara, en af hverju Grímsey? Af hverju að búa hér?
Sko, þetta er bara paradís á jörðu, segi ég. Ég hef búin að vera hérna 29 ár. Ég kom inn að kenna dans í 5 daga og fluttinga eftir mánuð. Ég myndi hvergi annars staðar vera. Ég er úr Reykjavík og ég myndi aldrei í lífinu vilja búa þar. Allt mitt fólk er þar, það er æðislegt að koma þangað. En hérna er bara rólegheit, hérna hefur náttúruna, hérna hefur brjálaða veðrið, en hér hefur líka fallega veðrið. Fallegasta sólsetur er í Grímsey, eins og þið held ég hafi séð í gær. Og hérna er yfirleitt mjög mikil samheldni, þetta er alveg rifist líka, bara eins og öllum stórum fjölskyldum. Við erum stór fjölskylda ef einhver bjátar á. Og við getum farið í næsta hús ef það er eitthvað og þetta finnst mér bara svo fallegt og gott samfélag. Já, það er ýmislegt sem er aðeins öðruvísi í Grímsey heldur en hérna á meginlandinu. En hérna á meginlandinu þá getum við ekki fengið heima tilbúnar fiskipylsur. Það getum við hins vegar í Grímsey. Fyrsti pylsuvagnin í Grímsey hefur verið opnaður þannig að nú geta gestir og gangandi fengið sér eina með öllu og ís í eftirrétt í eyjunni. Fyrirtækið er fjölskyldurekið og stefnir á að bæta enn frekar í flóruna í ferðaþjónustu í eyjunni. En hvernig kom það til að Harpa og Sigurður ákveðu að opna pylsuvagn í Grímsey? Við bara höfum stundum talað þetta svona í spaugi meira. En svo bara einhvern veginn ákveðum við að láta bara slag standa og þetta var mjög stutt ferli og við erum ennþá svona að fínpúsa þetta en já, bara prófa eitthvað. Vera með, prófa eitthvað nýtt. Vagninn kemur hérna hvað á miðvikudegi og svo er bara að opna á föstudegi. Já. Hvernig voru viðtökurnar þá? Þær voru bara óvenjulega góðar. Af hverju að vera með svona vagn en ekki eitthvað annað? Hvernig kom þessi hugmynd til? Eins og ég segi, þú veist, við höfum oft bara talað þetta, gera eitthvað, búa til eitthvað, bara upp á samfélagið og litlu eyjuna og hérna. En svo náttúrulega hefur maður alltaf verið í öllu, við erum alltaf með útgerð og verið í vinnu náttúrulega bara, botnlausri vinnu og svo bara orðið breytingar á því og ég er svona lausari við, þannig að bara ákveðum að prófa. Það er þá atvinna fyrir mig í sumar. En það er ekki bara pylsur, það er líka ís? Nei, við erum með ís og pylsur og samlokur og fiskipylsu En þetta bætir þá svolítið í flóruna hérna fyrir heimamenn, þetta er ekki bara fyrir ferðamenn? Algjörlega, og heimamenn hafa tekið okkur mjög vel og allir samgleðjast og eru duglegir að koma og smakka og finnst þetta spennandi og sérstaklega náttúrulega ísinn. Í svona blíðu að koma og fá sér ís, brauði, það er voða gaman. Það er ekki ónýtt í svona veðri eins og það er núna? Alls ekki. Hvernig kanntu við í nýja starfinu? Bara vel. Bara vel. Ertu alveg búin að ná þessu hvernig á að afgreiða pylsurnar og ísinn? Næstum því. Niður að ná því. Þetta kemur. En það er líka hjólaleiga? Já, það er hjólaleiga hjá okkur og það á eftir að taka við sér, held ég. Það er rosalega gaman að fara hringinn á hjóli og náttúrulega getur nýtt tíma betur með að fara eins og við Heimskautsbauginn og tilbaka aftur í staðinn fyrir að labba. En nú þegar kúlan er komin þá er búið að færa Heimskautsbauginn svolítið lengra þannig að þetta er orðin lengri vegalengd, sérstaklega maður ætlar ekki að gista í neðinni. Það er eins og með túristana sem hafa verið að labba þeir þurfa að ákveða sig hvort þeir ætla að fara út á Heimskautsbaug eða gera eitthvað annað. Þetta er náttúrulega ekkert svo langur tími sem þeir hafa en styttra á hjóli. Það er meira í kortunum líka, þið viljið bara freka bæta við. Algjörlega. Við erum með ný hjól og þau eru mjög góð og svo bara, við erum nú bara einhvern veginn þannig og okkur dettur eitthvað í huga þá yfirleitt bara framkvæmum við það. Þannig að það er aldrei að vita hvað kemur næst. Það stendur jetski hérna fyrir utan, er það næsta dagskrá kannski? Það er næsta dagskrá, það er allt í vinnslu. Verður vonandi komið bara næsta sumar. Bjóða upp á ferðir kringum eyjuna og gera eitthvað skemmtilegt. Jetski, hjól, pylsur, ís, þetta er svolítið mikil viðbót í afþreyingun allt í einu pakka. Já, það er að pröfa eitthvað nýtt og vonandi verður bara tekið vel í það. Atvinnuskapandi, þannig að vonandi bara stækkar þetta og dafnar þannig að við getum mögulega bætt við okkur fólki.
2 auka kannski í djaskiðin þess vegna, næsta sumar. Já, fara svona með þá gæt með í kringum eyjuna. Gæt með þeim, vonandi hvað í kringum 6 djaski sem við verðum með. Hvað á maður að panta sér á pylsuna? Allt. Eina með öllu þeim? Jú. Það hárrétt. Þú nefndir hérna fiskipylsu, hvernig eru þær? Þær eru þannig að ég djúpsteiki þorsk og með jalapeno og hvítlauksósu og gúrku og papriku. Svakalega góður. Má bjóða ykkur að smakka? Heldur betur. Er það ekki? Það er þannig? Já, takk. Er það fiskur sem að þú veiðir þá eða? Já, þetta er bara ferskt á sjónum, daglega. Þetta er djúpsteikt með jalapeno og alls konar dunsi. Mæli með. Já, ég hvet alla til þess að fara til Grímseyjar og smakka fiskipylsur. Skúli segir allavega að það séu mjög góðar. En nú ætlum við aðeins að fara í auglýsingahlé og ekki fara langt vegna þess að eftir það ætlum við að heimsækja mjög merkilegan mann sem er búinn að vera vitavörður í Grímsey í 50 ár. Við skulum heimsækja hann Bjarna sem er búinn að vera vitavörður í Grímsey í 50 ár og það sem meira er, þá tók hann við af föður sínum þannig að það má segja að vitin hafi verið í öruggum höndum fjölskyldunar í ansi langan tíma. Hann Skúli heimsótti Bjarna og fékk að skoða vitann og við skulum fara með í þá heimsókn. Eitt af helstu manngerðu kennileitunum í Grímsey er vitin sem stendur á suðausturhorni eyjunnar. Í upphafi var honum stjórnað með gaslampa sem þurfti að kveikja og slökkva á með handafli, en nú til dags er vitin sjálfvirkur. Vitin er ekki opin ferðamönnum en þrátt fyrir það er þar gott útsýni yfir klettana og fuglana sem þar búa. Bjarni Magnússon er vitavörður í eyjunni og er gegnt þeirri stöðu í 50 ár. Það er líklega óhætt að fullyrða að enginn þekki vitan og líf vitavarðarins í Grímsey betur en Bjarni sjálfur. Við leggjum á stað í söguferð vitan í Grímsey. Sko, vitin er byggðið 37. Hann er byggðið 37? Já, 1937. Og þá er hann bara steyptur upp, sko. Svo er ekki gert meira það árið. Og 38 þá er farið að ganga frá honum alveg gjörsamlega. Og það er kveikt á honum þá haustið. Já. 38. Já. En svo er það bara 1 ár. Þegar stríðið brýst út. Þá slagt á honum. Já. Já. Hvenær er kveikt svo aftur? Bara eftir stríðin líkur. Já. Semst að haustið, við setjum bara sumar á haustið 45. Já. 1945. Gasilkin voru hérna, þetta var gas allt saman. Þau stóðu bara hérna gasilkin alveg röða þessi, þetta endist allt árið. Já. Stór hylki, þau voru alveg svona há, sko. Já. Alveg náðu hingaður, sko. En svo náttúrulega kemur bara fótorshella núna þegar rafmagnið kom, 63, sko. Það er þetta sem hugsaði ljós. Já. Já, já. En vitavörður þarna fyrst, það var pabbi þinn? Já, það var pabbi. Já. Hann var sem til 69, þannig deyr. Og þá tekur þú við þessu? Þá tekur við þessu. Og búinn að vera síðan? Já, já. Og ég get sagt þetta meira, sko, að ég hef aldrei fengið neitt. Ég hef múin að vera, sko, 20 ár ellilífeyrisþegi. Ég haf aldrei fengið neitt tryggingastofnuninni. Og ég var að rála þetta við þá. Þú skalt gera svo hægt að vera vitavörður, þá færið eitthvað. Ég segi, nei takk. Ég hef sko ekki hægt að því, það er svo gaman að vera vitavörður. Og svona fer vélinn í gang og rafmagni fer. Það er flott hljóðið. En þegar alltaf að koma upp, er það ekki? Og þá set ég ljósið á stað. Já, við verðum að kíkja það. Þú flýgur þarna upp? Já, þetta maður er svo vanur þessu, sko. Já. Var nú að gera þetta sem maður eiginlega mann eftir sér. Ég var 7 ára. Ég var 7 ára þegar hann var byggður. Sko, svo er merkið hérna. Hvað merkið þetta? G.R. Upsilon. Það þýðir það.
Það hljóð sem hann sendir. Þú heyrir hljóði. Já, það er G-rufsunan. Fyrir Grímsey. Já. Svo. Og þarf maður ekki að halda þessu við? Já, það var sérstaklega til að byrja með. Svona einhver gall í þeim. Já. Þessum þegar hann kom. Þetta er þriðji vitinn sem bón, sko. Það var svolítið gall í þessu en nú hefur þetta gengið mjög vel, sko. Já. Já. En hvar lærir þú til þess að mennta þig fyrir þetta starf? Nei, ég lærði á Akureyri, sko, vélstjórn. Já. Og rafvirkjun líka. Það var ágætt fyrir þessu. En þú annars bara búið hérna í einu? Já, já. Hvorki ég eða konan, hún var ljósmóðir. Já. Við fundum engan betri stað. Nei. En hvað starfaðirðu við svona utan við þetta? Þú er ekki bara verið í þessu? Nei, áður en ég fór, þá var ég á sjó. Já. Sjómaður, sko. Og fór á vertíða til að eftir ég lærði til vélstjórna. Þá fór ég náttúrulega á vertíð. Já. Ná mér í pening á þeim byggði. Já. Það gekk vel. Já. En þú heldur betur upplifað tímann að tvenna hérna í Grímsey. Þú fæðist hérna í Torfbæ. Já, já. Bjóði honum í 10 ár. Hvernig var það? Það var gott. Já. Já. Og meiri sé að það var allir málaðirinn. Já. Klæddi með timbrinn og málaðir allir. Já, já. Þið verið flott í Torfbæ? Já, já. Og það var sko náttúrulega eldhús og síðan var stofa, baðstofa. Og framhæði baðstofanum var hérna ofn, kolofn, sem var kyndur vel og það var alltaf hlýtt og fínt. Já, já. Það vantaði ekki. Og það var gaman að því, sko, í þá daga. Þá fór þessi torfbæir í kaf. Já. Já, þessi bær þarna, sko. Hann var bara í kaf og þá var bara moku göng fram, svo bara þessi rekaður og reftað yfir. Já, einmitt. Já, já. Þeir skaga nú ekki hátt upp úr, svona, nei. Það var sama. Já. Þetta var gert svona. Já. Og þarna þá náttúrulega var svo hlýtt þegar snjórinn kom yfir allt. Þá var hlýtt, já. Þá var sko vel hlýtt. Það vantaði ekki. En það man ég aldrei eftir mér að orðið kalt þar, sko. Nei. Nei. Aldrei eftir. En hvernig voru viðbrigðin að flytja úr Torfbæ í, Já, það var nokkuð gott vegna þess að það var miðstöð, Kólakinn miðstöð. Svo pabbi var svo góður að hann lagði í miðstöðunum svo að það lifði alla nóttina í henni. Já. Það var ægilega kunstir. Því hann bleikti í ösku og gerði alls konar kunstir til að fela eldinn og svo var þetta bara kolinn búinn morgun. En það var hít alla nóttina. Já, já. Þetta var alveg stórkostlegt hjá honum. Já. Strákar mínir, fyrir nokkrum árum komu franskir kvikmyndatökumenn hérna og þeir voru með sko svona stóra vél, kvikmyndatökuvél og þeir kom hérna upp með mér. Þeir fóru þarna upp? Já, já. Og myndu, það var rétt að þetta koma vélinn upp á gati. Þá vorum nú ekki minni menn með okkar vél. Nei, það var ekki svona græjur eins og þið eru með. Nei. Nei, það var ekki svoleiðis. Sko, ljósið er 20 sekúndur að fara hringinn. En 20 sekúndur? Já. Það hringir á 20 sekúndur. Þetta er misjafnt á hverju vita. Og skipaði geta séð það með því að líta klukkuna. Hvar er ég? Já. Ef hann sér vita, þá veit hann alveg nákvæmlega hvað hann er. Hvað ljósið er ekki að sjá, sko. Og við erum hérna staddir í 27 metra hæð frá sjó. 27 metra, já. Og hvernig var það ákveðið að þetta yrði 20 sekúndur að snúa? Já, þetta er náttúrulega gert sér bara með einu rafmótor hérna, sko. Já. Og gírar, alls konar gírar eins, sko. Já. Þessi mótor, hann er búinn að vera allan tímann síðan 63. Sami mótorinn. Það kallar maður endingu? Já, það er góð ending. Svo er þetta ljósið þannig að þegar að skal ég segja að þessi perabílar, þessi, já. þá
þá fer mótor í gang og lyftir þessar upp. Já, hann nemur það. Þá fer mótor í gang og lyftir þessar hinga. Svo bilaði þeir bara hinga. En hvað er það sem heldur gangandi í þessu starfi að vera vitavörður í, já, hvað, 50 ár? Já, fyrsta júní. 1. júní. 50 ára. Já. Það er bara svo gaman að þessu. Já. Hugsa eitthvað, sko. Já. Já, hugsa bara eitthvað, sko. Þannig að þetta er alveg áhugamálið? Já. Já. En hver tekur svo við keflinu? Það er nú það. Já. Það er nú bara það. Er það ekki alltaf sama sagan, þetta fer einhvern veginn. Já. Það er alltaf til að næsti maður. Já. En þessi tæki, nú er þetta upphaflegi mótorinn hérna sem að knýr þetta áfram. Já. Eru nýju græðurnar, þær eru ekki að enda svona lengi? Sko, þetta er náttúrulega ekki dálag á þessu. Nei. En það sama, mótorinn skulle ekki heyrast í legum einhverju öll þessi ár. Já. Sami mótorinn síðan 63. Já. Þetta er ekki þungt smá öðru. Þetta er geysilega skemmtilegt. Þetta er allt ból. Já. Og svo skrúa hér út hérna, hýta með þessu og skrúa hér út hérna í svona listi. Kemur einhvern tímann hérna bara til þess að horfa á útsýnið og njóta? Ég fór á meðan svona fyrir nokkrum árum, alltaf svona 3-4 vikum. Já. Það kemur fyrir, ég fer hingað jafnvel daglega. Já, það er alltaf gaman að koma hingað. Sannarlega. Herðu, nú erum við heppin. Akkurat er flugvél Norlandair frá Grímsey að lenda hérna á Akureyri. Þetta er ótrúlegt. Egill náði þessu. Sjáðu hana. Hann eru einhverjir borð sem eru búin að fá sér fiskipulsu, ég veit það. Takk fyrir að koma með okkur í þessa skemmtilegu ferð Grímsey og ekki örvænta, það er meira í vændum vegna þess að þátturinn uppskrift á góðum degi í Grímsey er væntanlegur hérna hjá okkur á N4. Bið ykkur að fylgjast vel með. Annars erum við bara búin hérna í dag í eitt og annað og endilega verið með okkur aftur í næstu viku.